Komið sæl og gleðilegt ár. Við byrjum hér á að skoða stöðuna á Norður-Atlantshafi núna í dag. Það var hæðarhryggur sem réði ríkjum síðasta sólarhringinn. Það var hægur vindur og víða léttskýjað og olli þetta þó nokkri mengun þar sem mest var sprengt núna í gær og nótt. En hér þegar við horfum fram á við þá sjáum við hér það vaxandi sunnanátt með rigningu sunnan og vestanvert landið núna næsta sólarhringinn, þannig að mengunin alveg örugglega á leiðinni í burtu. Síðan hér á sunnudaginn þá er mjög svipuð staða uppi, suðlægar áttur, rigning sunnan og vestanlands, en það sem er að breytast núna helgina það er að hlýna frá því sem hefur verið síðustu vikuna, en þessi hlýgeiri hann staldrar stutt við því að strax eftir helgina þá er þetta kalda loft sem við sjáum hér vestur á okkur að koma inn, þannig að rigning helgina en síðan kólnar og breytist þetta yfir í slyddu og síðan snjókomu. En hér sjáum við vindinn, það er vaxandi sunnanátt núna í nótt, jafnvel svona 8 til 15 metra á sekúndu, jafnvel hvassar á stöku stað við fjöll. Ég er að horfa hérna einkum á norðanvert Snæfellsnesið. Á morgun þá er hér þessi rigning sunnan og vestanlands og vindurinn þessi 8 til 15 hægari hér norðaustan til, að mestu þurrt þar, það er skýjað með köflum, jafnvel einhver örlítil væta að falla af og til. Við sjáum hér hitatölunar, þar eru víða 2 til 8 stig en umfrostmark hér norðaustan til alveg fram eftir degi, en aðfaranótt sunnudags þá er nú útlit fyrir að það verði jafnvel frostlaust á öllu landinu. En við sjáum hér það eru ekki mikla breytingar, það er svona aðeins að bæta í vindinn annað kvöld, einkum hér norðvestan til. Síðan á sunnudaginn þá er hér litlar breytingar, aðallega búið að hlýna hér norðaustan til og við sjáum nokkuð hvasst, það er 10 til 18 metra á sekúndu hér vestanvert landi, gæti þó lægt tíma á Vestfjörðum. Og síðan á sunnudagskvöldið þá er snúast til suðvestlægrar áttar, bætir aðeins í úrkomuna en hvessir verulega, einkum fyrir norðan. Að gera að fylgjast aðeins með þessu. Suðvestanátt til dæmis í Eyjafirði getur verið mjög leiðileg, en sjáum hvernig spár þróast. Á mánudaginn þá eru hitatölurnar á niðurleið, það er hiti víða frostmark, það er einkum hér allra syðst, þar sem er útlit fyrir að fara eitthvað að ráði yfir 0 gráðurnar. Hér á vestanverðu landinu þá eru él, einkum norðvestan til, eins og sjáum á, en nokkuð bjart hér norðaustan til, frekar hægur vindur þar. En á þriðjudaginn þá er hér lítil lægðarbóla að koma úr suðvestri og með henni þó nokkur úrkoma. Það er útlit fyrir að það hlýni eitthvað með henni, þannig að í fyrstu snjókoma hér sunnanvert landið, síðan jafnvel út í rigningu. Éljagangur jafnvel vestan til en lengst af þurrt norðaustan til, en þetta er svona fyrstu drög að spánni fyrir þriðjudaginn, þannig að við skoðum það betur núna helgina. En í Evrópu þá nú ekki mikið að vera hér norðan til, þá er hiti frostmark og við sjáum það er einhver úrkoma hér í Skandinavíu og sömuleiðis Bretlandseyjum, en lægð hér við Miðjarðarhafið sem er að valda nokkrum viðvörunum. Hér á Ítalíu sjáum við úrkoma allt og þrumuveður og hérna almennt og einnig vindur. Sama má segja Frakkland, jafnvel þó nokkuð hvasst hér niður Rönudalinn þar. En á Íberíuskaganum þá er víða bjart en þó jafnvel einhver snjókoma í Pýreneafjöllunum. En hér í Norður-Ameríku þá er hér lægð að fara til norðurs hér eftir austurströndinni í dag og nótt og fyrst er snjókoma þar, síðan slydda og rigning, og þegar við ferum hér til vesturs eða norðvesturs þá er þó nokkuð öflug lægð með mikilli úrkomu, talsvert að snjóa að falla þar í Klettafjöllin en rigning á láglendi. Annars staðar er nú ekki mikið að vera að mestu þurrt á morgun. En hjá okkur það er vaxandi sunnanátt núna í kvöld með rigningu helgina sunnan og vestanvert landið og hlýnandi veður, en kólnar síðan aftur eftir helgi. Takk ykkur fyrir og verið sæl.